Góðir farþegar, þetta flugstjórinn ykkar sem talar. Við fljúgum í það bil 35.000 feta hæð og áætlaður lendingartími í Keflavík eftir nokkrar klukkustundir. Komið þið sæl og velkomin borð. Flugferðir til og frá Íslandi skipta mikilvægan sess í nútíma samfélagi. Það er rétt, Jón. Þróunin í millilandaferðum hefur verið hröð síðan að Gullfoss var á hét og í dag er varla til sá Íslendingur sem ekki hefur einhvern tímann flogið milli landa. En spurningin er, Sigurjón, hafa Íslendingar tileinkað sér þennan nútíma ferðamáta? Það er lítið miður ekki, Jón, því við Íslendingar erum þekktir fyrir að hafa okkur eins og villimenn í millilandaflugi. Það mætti halda að við séum ennþá að sigla á víkingaskipunum okkar eins og við gerðum fyrir réttum 1000 árum síðan. Við skulum skoða dæmi. Hey, excuse me. Where are you from? I'm from Iceland. Nú, ertu frá Íslandi, maður? Ég er búinn að vera út í Glasgow bara við hjónu hérna eina viku, maður, og enskan bara er mitt annað tungumál. Já. Já, hvaðan ert þú að koma? Ég var líka að koma frá Glasgow. Já, er það ekki minn maður bara? Og á hvað hóteli varstu? Holiday Inn. Já, við vorum einmitt á Ambassador. Alveg rosalegt hóteli, maður. 5 stjörnur, maður, X-maður. 5 stjörnur. Herðu, alltaf ekki segja honum frá hérna ævintýrinu. Herðu, við vorum að borða þetta, maður, og það voru hjón á næsta borðu. Ég var búinn að tína úrinu mínu, maður, og ég hallaði mér að það fram að þeim og sagði hérna, what is the time? Excuse me, what is the clock? Og þá svaraði hann mér og sagði eitthvað 3 eitthvað og ég vetti svona frá spadan. Thank you, my name is Guðmundur, I'm from Iceland. Heyrðu, þá sagði hann bara, I'm from Iceland too, maður. Það var það íslensk hjón, maður. Hjón úr Kópavoginum, maður. Það var alveg hápunktur ferðarinnar. Ég bara þurfti við að borða þarna og bara íslensk hjón á næsta borð. Alveg ótrúlegur heimur, maður. Já, þetta er rosalegt. Þetta er dæmigert. Íslendingar sýna hvorum öðrum aldrei eins mikinn áhuga eins og þeir hittast erlendis eða í millilandaflugi. Það er rétt, Sigurjón. Það er eins og sumir haldi að þeir séu einhvers konar ættarmóti og byrja skylda til þess að kynna sig fyrir öllum í flugvélinni. Þetta er mjög gaman. Já, afsakið. Afsakið, fyrirgefðu. Takk fyrir því. Gerðu eitthvað góð kaup þarna? Í stuði, ljúfan mín. Þetta er gott dæmi séríslenskan dónaskap. Flugfreyjur eru andlit flugfélagsins út af við. Þær eru glæsilegar, velmenntaðar heimskonur sem veita farþegunum góða þjónustu og umfram allt öryggistilfinningu. En margir Íslendingar virðast líta á þær sem einhvers konar playboy-kanínur sem megi káfa á og klípa af vild. Er ekki allir í stuði að þessari öllu? Ertu eitthvað trektur, vinnur minn? Excuse me, I don't understand. Ég skil, þú ert útlendingur? Where are you from? I am from Sweden. Onkel from Sweden? You are good in handball. Thank you. We are good too. We are Geir Sveinsson. You know Geir Sveinsson? No. Best in the world. Best in the world. We win you next time. With Geir Sveinsson and Alfred Gíslason coming back. You don't believe that? Alfred Gíslason coming back? I'm sorry, I don't know anything about handball. If you would excuse me, I'm trying to work. Oh, you're trying to work? You think you're better than us because you have Staffan Olsson og Björn Borg og Ingimar Stenmark og þessar stráka. But we are stronger than you. We have Magnús Ver Magnússon with muscles. Who's going to beat you up? You know Magnús Ver Magnússon? No, I've never heard of him. You are lucky there. Because he will beat you up, beat you in pieces. And all you fífl og asnar frá Svíþjóð. Það er einkennandi fyrir Íslendinga hvernig þeir tala oft við útlendinga eins og þeir séu fulltrúar heillar þjóðar. Þeir nota orð eins og þið og við og þeim finnst þeir hafa rétt til þess að tala fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. Margir útlendingar muna eftir að hafa einhvern tímann hitt svona Íslendinga og vill þetta oft vera slæmt fyrir ímynd þjóðarinnar og alþjóðavettvangi. En Sigurjón, hvað er hægt að gera við svona menn?
Takk aðeins við, ég ætla að fá að spjalla við hann. Já. Já, þetta er svo stórkostlegt maður. Þetta var ódýran mat. Ég borgaði 700 krónur íslenskar fyrir 15 pakka af handklæðum. Fekk 15 pakka af handklæðum, 700 krónur íslenskar. Ha! Þú verður að sjá svipinn á konunni maður. Ég kom upp á herbergi maður. Það var aðeins að koma og tala við mig, vinur. Jól! Hvað? Ertu Íslendingur? Þá ekki allir sáttir? Jú, svo sannarlega! Hej allihopa!